Jæja, velkomin. Í dag ætlum við að kafa ofan í aldaga gamla heimspeki til að reyna að svara spurningu sem við glímum öll við. Af hverju í óskapunum virðist gleði alltaf breytast aftur í einhvers konar þjáningu? Við skoðum þetta í gegnum linsu mjög áhugaverts texta sem setur þessa eilífu hringrás í alveg nýtt samhengi fyrir okkar daglega líf. Einmitt. Þetta spurningin sem við veltum öllum fyrir okkur, eða ekki? Þessi tilfinning að hamingjan sé eins og gestur sem kemur og fer á meðan erfiðleikarnir virða að setjast að og gera sig heimakomna. Þetta nákvæmlega það sem við ætlum að kryfja núna. Allt í lagi, byrjum á byrjuninni. Til að skilja þetta allt saman þurfum við að skoða hugtakið samsara. Það nefnilega lyklinn að því að opna þessa flokknu hringrás þjáningar og gleði. Sko, það sem svo magnað við þetta hvernig þessi skilgreining tekur samsara úr einhverju fjarlægu, trúarlegu samhengi og gerir það verkfæri sem við getum notað til að skilja okkur sjálf. Við erum ekki að tala endurfæðingu eða líf eftir dauðan. Nei, við erum að tala þessar stanslausu sveiflur, þetta hamstra hjól milli þess að líða illa og líða vel, sem við upplifum hér og nú. Næst skulum við skoða þjáninguna sjálfa. Það hljómar kannski ekki skemmtilega, en hún hefur nefnilega ákveðna eiginleika sem eru algjörlega grundvallaratriði til að skilja hvernig öll þessi hringrás virkar. Þjáningin hefur þennan alveg einstaka mátt til að yfirtaka athyglin okkar. Hugsum þetta. Tökum hungur sem dæmi. Þegar maður orðin virkilega svangur, þá það eina sem maður hugsar um. Öll hugsun snýst að finna mat. Það þjáningin sem þjappar huganum saman. En leið og maður fær mat, þá breytist lausnin á þjáningunni í hreina og tæra gleði. Og þessi eiginleiki þjáningarinnar, það að hún þrengir fókusin okkar svona mikið, hægt að nýta sem stjórntæki. Heimildin sem við styðjumst við nefnir dæmi úr herþjálfun og jafnvel dýratamingum. Með því að skapa þörf og svo uppfylla hana hægt að móta hugsun og jafnvel skapa tryggð. Þetta sýnir okkur á svo skýran hátt hversu djúpt þetta mynstur greipt í sálarlíf okkar. Allt í lagi, þannig að við skiljum þjáninguna betur. En færum okkur þá yfir í gleðina. Hvernig fæðist hún eiginlega? Jæja, þær eru raun tvær hliðar á sama peningnum. Gleðin á sér rætur beint í þeirri þjáningu sem kom á undan. Og hér kjarninn, sýndur á mjög einfaldan hátt. Þetta raun alveg ótrúlega einfalt lögmál. Því dýpri og langvinnari sem þjáningin því meiri og yfirþyrmandi verður gleðin þegar lausnin loksins kemur. Það beint samhengið þarna á milli. Lítil óþægindi veita smá leti. En að sigrast á risastórum erfiðleikum, það getur veitt algjöra sæluvímu. Hér höfum við svo dæmi beint frá höfununum sjálfum sem sýnur þetta lögmál í verki. Og alveg óháð því hvað manni finnst pólitíkina sjálfa, þá þetta fullkomið dæmi það sem við erum að tala um. Áralöng, óvissa og streita, mikið þjáning, umbreytist í gríðarlegan létti og gleði þegar niðurstaðan lá loksins fyrir. Jæja, nú höfum við séð hvernig þjáning getur orðið að gleði. En, hér kemur stóri snúningurinn. Af hverju þetta ekki endastöðin? Af hverju virðist gleðin alltaf óhjákvæmilega byrja að molna niður og breytast aftur í einhvers konar þjáningu? Þetta hinn stóri hausverkur að ekki, hverfuleiki gleðinar. Heimildin okkar nota mjög sláandi dæmi. Maður giftist kannski ástin í lífi sínu sem uppspretta ótrúlegra gleði, en svo líður tíminn og það sem var einstakt verður að vana. Löngunin í eitthvað nýtt eða öðruvísi kviknar og þar með gleðin farin. Já, en á hverju gerist þetta? Jæja, textin okkar brýtur þetta niður í 3 öfluga þætti. Fyrst það græðin, þessi endalausa löngun í meira. Síðan það fáfræðin, það sem við einfallega gleymum eða skiljum ekki að þetta hringrás. Og svo að lokum, skortur á sjálfskoðun, sem kemur í veg fyrir að við sjáum þetta mynstur í okkar eigin hegðun. Saman mynda þessi þættur hina fullkomnu uppskrift að hverfilli gleði. Og þetta sýnir svo snilltanlega þennan grundvallar mun. Þegar við þjáumst, þá beinist öll okkar orka á athygli að því að leysa þetta eina vandamál. En hvað gerist þegar við erum glöð? Þá opnast hugurinn. Allt í einu viljum við fleiri og ólíka hluti. Meiri peninga, betra samband, meiri velgengni, fleiri ferðalög. Hver einasta ný löngun verður þó fræ að nýri mögulegri þjáningu. En þá engin von? Erum við bara dæmd til að vera í þessu hamstrahjóli eilífu? Nei, sem betur fer ekki. Síðasti hluti þessara greiningar færir okkur lausnina sem þessi heimspeki býður upp á. Hvernig getum við stigið út úr þessari endalausu hringrás? Sko, fyrsta skrefið kannski ekki það sem að býst við.
Lausnin er ekki að reyna að útrýma þjáningunni. Hún er að verða meðvitaður hringrásina á meðan hún er í gangi. Þessi meðvitund, þessi frelsun er einfallega að sjá kerfið fyrir það sem það er, án þess að dæma það. Og þetta byggir beint ofan á fyrra skrefið. Ef frelsun er að sjá hringrásina, þá er nirvana að hætta að láta hana kasta sér til og frá. Það er listin að finna miðjuna, þar sem maður ekki háður toppunum til að líða vel, né heldur maður botlaus í dölunum. Þetta snýst að finna jafnvægi. Þetta er svolítið sláandi, eða ekki? Svona metur höfundurinn lífið eftir 50 ára reynslu. Langstærsti hlutun er einhvers konar barátta eða þjáning. Aðeins 10% eru hrein gleði, en tækið eftir þessum 20% í miðunni friðsæld. Og hér kemur kannski mikilvægasti punkturinn í þessu öllu saman. Kannski er markmiðið ekki að eldast við þessi 10% af hverfuleg gleði. Kannski er skilvirkasta leiðin að betra lífi að einbeita sér á því að stækka þessi 20%. Að rækta þessa ró og þetta jafnvæði þar sem við erum hvorki í þjáningu né í ofsakæti. Og þar með sittum við eftir með þessa spurningum. Eftir að hafa séð hringrásina, skilið hvernig hún virkar og hvaða lausn er í boði, þá er stóra spurningin sem stendur eftir fyrir okkur öll, hvaða litlu skref getum við tekið í okkar daglega lífi til að rækta þetta ástand jafnvægis og friðseldar.